Komið sæl. Takk fyrir þessa fínu kynningu. Ég með eitt markmið í dag og það að þið fara allan heim og googli hvað þetta Það svona aðalega sem ég að leggja áherslu á hvað þetta í rauninu ótrúlega mikilvægt og hvað þetta hefur góð áhrif á vefinn okkar. En aðgengi snýst ekkert annað en jafnrétti. Aðgengi snýst stærri og fjölbreyttari notendahóp. Aðgengi snýst góðar vinnuvenjur, best practice í forritun, högun og hönnun. Aðgengi snýst usability, nytsemi, notendaupplifun á vefnum. Og að huga aðgengismálum í rauninni bara win-win situation því með því að hafa þau á hreinu hefur ótrúlega góð áhrif á leitavélar eins og Google. Google í raun eins og blindur notandi. Google sér ekki myndir, Google fattar ekki hvað hvað. Google sér vefinn rauninni án þess hann sé með CSS eða JavaScript eða öllu. Og þannig gott að hafa það í huga að þetta á líka við margt annað en bara þá sem hafa glímað við sérþarfir. En þetta tilvitnun frá Stevie Wonder og þetta algjörlega hárrétt hjá honum. Þetta snýst það að gera allt aðgengilegt öllum, að allir séu jafnir. Líkt og það þurfa að vera hjólastólarambar á byggingum, þá þurfa vefsíður líka að vera aðgengilegar. Sérstaklega í ljósi þess að þjónusta færist í auknum mæli yfir á netið og oft eingöngu þar. Við sjáum það alveg í dag hvað mikið af bankaþjónustunni komið í rauninni aðeins yfir á netið og allt þetta opinbera. Nú getur þú pantað tíma á lækninu þínum á netinu og allt þetta. Þannig að við þurfum að hugsa út í þetta líka, þetta sé aðgengilegt öllum. En hvað aðgengi á netinu, eða stafrænt aðgengi? Þetta snýst það að allir geti notað allt og hafi jafnan aðgang og upplýsingum á netinu óháð getu. Þetta skerðing eða einhverjar sérþarfir eigi ekki að valda því að viðkomandi geti ekki fengið aðgang að sömu upplýsingum og aðrir notendur. Hverjir hafa gagn af góðu aðgengi? Almennt talað að það sé 15–20% af fólksfjöldum í heiminum sem hafa einhverjar sérþarfir og sem gera það að verkum að það erfitt fyrir þá að vafra netið. Í Evrópu áætlað að fjöldinn sé 80–120 milljónir. Oftast verið að tala blinda þegar verið að tala aðgengi á netinu, en það margir fleiri hópar, sjónskertir, hreyfihamlaðir, varanleg eða tímabundin skerðing, gigtveikir, lesblindir, flogaveikir, heyrnarlausir, athyglisbrestur, litblinda og svo framvegis. Meðalaldurinn í þjóðfélaginu hækkar einnig stöðugt. Við eldumst öll, sjónin dabrast, heyrnin, fínhreyfingar verða erfiðari og svo framvegis. Þannig að þetta eitthvað sem varðar okkur öll, óháð skerðingu. En það einn af hverjum karlmönnum sem til dæmis, einn af hverjum 12 karlmönnum sem litblindur. Það talað að 1 af hverjum 5 af nemum séu lesblindir. Gikt svona aðal orsök einhverjar skerðingar í hreyfingu. Þannig að þetta ótrúlega margir hlutir sem þetta á við. Og það talað að tæplega 50% allra fullorðna í heiminum glími við einhvers konar sjónvandamál. Þannig að þá við líka að tala bara þá sem sjá illa eða þetta ótrúlega breitt. Þannig að það gagnast öllum, óháð skerðingu, þá hafa hinnir almennu notendur einnig gagnað því þegar aðgengi tekið inn í myndina. Það má til þess taka til dæmi litlir skjáir. Það þarf að vera allt skýrt á þeim svo við föttum hvað, náum samhenginu. Texti á myndböndum gagnast flestum. Það oft aðstæður sem við getum ekki haft hljóðið á þegar við erum að horfa á myndband, við kannski viljum ekki aðrir vita að því við erum að horfa á okkar í tölvunni. Eða þá að við erum ekki svona public place og viljum ekki að það heyrist. Einnig rannsóknir sem sýna það að talið 85% af Facebook myndböndum hort á án hljóðs. Þið þekkja ábyggilega þegar þið skannið gegnum newsfeedið að það ekki hljóð, en oft eitthvað sem grípur mann. Þannig að ef það væri texti á maður miklu fljótar að sjá samhengið. Skóð skerpa eða kontrast á litum, munurinn á milli bakgrunns og forgrunns. Það hjálpar sjónskiptum, en það líka þegar birtuskilyrði eru léleg, með tölvuna út í sólinni eða síman, það sé nógu góð skerpa þarna á milli, gerir það auðveldara að sjá.
Lyklaborðsaðgengi heldur ekki einungis fyrir notendur sem get ekki nota mús eða skjálesara notendur sem nota oft lyklaborðið. Þetta er líka fyrir okkur öllu, svo til dæmis ég þekki að sjálfur ég fylla út langt form á netinu, ég nota tab-takkan til þess að fara yfir næsta reiti, þá ég fljótar að fylla út formið. Og það að þetta sé allt rétt upp sett, það flýtur fyrir og auðveldar aðgengið. En hvers vegna, fyrir utan áðurnefndar ástæður, hvernig þetta gagnast öllum notendum, þá opnar þetta fyrir stærri markað. Í rauninni er þetta að loka á 20% af heiminum, ef maður getur orðað það svo gróflega, með því að huga ekki að aðgengisreglum. Ef notandi getur framkvæmt allar aðgerðir sem hann þarf á netinu, það sparar ef til við símtali þjónustuverið, sparar tölvuposta, það sparar mannskap í fyrirtækinu, þurfa ekki að svara öllum fyrirspurnum að þú getur gert þetta allt á netinu. Leitavélar eins og Google kunna líka gott að meta gott aðgengi. Þær skilja bara texta, líkt og hjálpartæki notenda gera og skjálesarar. Viðhald verður léttara. Gott aðgengi er á miklu hluta byggt á kóði sé rétt uppsettur, best practice sé notað, vel byggðar lausnir, þær endast betur. Svo eru ýmsar reglugerðir og ég ætla að fara aðeins nánar það á næstu glæru, en búið verið til staðar í Bandaríkjunum á árabil og Evrópusambandið er núna komið inn á þetta líka. En svo fyrir utan þetta allt, þá er þetta bara sjálfsögð mannréttindi að þetta sé í lagi. Allir hafa aðgang að sömu upplýsingum og þjónustu á netinu. En aðgengilegu vefur er líka næstum því án undantekninga notendavænn vefur. Aðgengilegu vefur skilar inn meiri tekjum til lengri tíma, auðveldar að nálgast upplýsingar vöru og þjónustu, vekur jákvætt umtal. Við sjáum það rosa mikið hjá okkur að fólk kann vel að meta þetta og bara þetta jákvæða umtal hefur mikið að segja. Og eins og ég sagði áðan, þá er aðgengilegu vefur, hann skilar sér á allt hærra á Google. En þessar reglugerðir sem ég myndist á, þetta eru svona kannski þessar þrjár helstu. ACAA eða Air Carrier Access Act á við öll flugfélög sem fljúga til og frá Bandaríkjunum á svona stærri vélum, það er sem taka yfir 60 manns held ég að sé. Það var núna í desember í fyrra, þá var komið deadline á þessar reglur, en þetta var kynnt alveg rúmum 2 árum áður. En það þýðir að allar vefsíður flugfélaga sem fljúga til og frá Bandaríkjunum þurfa að vera aðgengilegar og uppfylla þennan veikakstaðal sem ég ætla að fara svona nánar í hvað er. En við erum að tala það að ef þú uppfyllar þetta ekki sem flugfélag, þá fóru 2 milljónir bandaríkjadala í sekt á dag ef fólk kvartar yfir þessu. Og þetta er oft svolítið sem þarf til þess að við förum að hugsa svona, að það þurfum að uppfylla þetta. Það þarf að setja einhverja svakalega peninga upp á þetta, því miður. En Section 508, það er þessi bandarísku lög, þau eru búin að vera í gangi lengi, en lögsóknir í Bandaríkjunum á fyrirtæki og opinbera stofnanir varðandi lélegt aðgengi á vefnum hefur aukist 37% árið 2016. Í Evrópusambandinu er það European Accessibility Act, þetta búið að vera mikið svona í umræðunni, svolítið tíma núna, en þeir gáfu út svona fréttatilkynningu Evrópusambandið fyrir jól að þeir ætla að fara að setja eitthvað deadline á þetta núna. Og það er þannig að öll ríki í Evrópusambandinu og ESB þurfa að setja þetta í lög í sínu landi fyrir september á næsta ári, lok september á næsta ári. Það er það sem þeir eru að leggja í, þetta European Accessibility Directive. Og þá erum við að tala aðalega vefsíður opinberra stofnana, en svo er sem sagt deadlineið á að þessar vefsíður verði svo aðgengilegar er árið á eftir eða í september 2019. En í Austurríki hefur þetta verið í lögum síðan 2016, í janúar 2016, að opinberir vefir verða að vera aðgengilegir. Á Spáni og Ítalíu þá fá opinberir vefir gjarnan sektir ef þeir eru ekki aðgengilegir. Í Noregi er það ekki bara opinberir vefir, heldur líka vefir fyrirtækja. Þeir fá oft sektir ef þeir eru ekki nógu aðgengilegir. Þannig að þetta er eitthvað til þess að hafa í huga, þetta er svolítið sem koma skal. Þannig að nú ætlum ég að svona fara yfir hvað í rauninni veikaka er, hvað við getum gert og hvernig þetta getur haft góð áhrif á lausnir okkar. En veikak er alþjóðlegur staðall, þetta eru viðmiðunarreglur sem ná í breytt sviðaráleggingum til þess að gera efni á vefnum aðgengilegra.
Þetta eru fjölda mörg atriði, þetta er bara svona hálfgerður checklisti. En þetta er svona það sem er þekktast og er mest notað í dag. Það voru fleiri standardar en það eru flestir að fara yfir í þetta. Þetta er bara það sem er reglurnar í rauninni. WCAG stendur af 4 meginreglum. Ég ætla að fara yfir þessar 4 meginreglur, hvað þar eru. Það eru 12 atriði undir þeim sem eru með undiratriði sem 38. En í rauninni er þetta 38 atriða checklisti sem þarf að uppfylla. En fyrir hvert af þessum atriðum eru prófanleg viðmið velgengni. Það er einfalda, tvöfalda eða þrefalda er það oftast kallað. Gott er að miða við tvöfalda. Flestar þessar reglugerðir segja það að maður er að miða við tvöfalda. Einfalda er allt þetta algjörlega basic hlutirnir. Að kóðun sé réttur og svona. Tvöfalda fyrir aðeins dýpri í þetta er bara millistigið. Svo er þrefalda, en það er ef þú ert 100% aðgengilegur og þá þarftu til dæmis að vera með myndbönd af öllu efninu þínu á táknmáli. En það er gott að miða við það. WCAG 2.0 AA. Fyrsti flokkurinn af þessum 4 yfirflokkum, eða þessum 4 megin atriðum, er perceivable eða sjáanlegt. Sjáanlegt, það snýst það að allt efni sem er sett fram í öðru formi en texta þarf einnig að vera aðgengilegt sem texti til þess að notendur geti nýtt sér aðra framsetningu. Og hér erum við að tala myndir, til dæmis. Myndir vera innihalda lýsandi allt texta. Myndbönd þurfa að vera textuð eða handritað þeim til staðar. Þetta er svona basic, en það er samt ótrúlega margt annað sem fyrir hérna undir. Þetta er kannski svona eitt aðalatriðum í þessum flokki. Og það er oft gott að hafa í huga þegar maður er að spá í þessu, hvað ætti að standa hérna í allt textanum við þessa mynd. Það er bara, þessi mynd að skila notendunum eitthvað. Ef hún er til skraut, þá gilda aðra reglur. En ef þetta er einhver infografík eða eitthvað álíka, ef þetta er myndband sem sýnir kennsluferli eða hvernig þú átt að bóka eða eitthvað svoleiðis, þá er það alveg skiljanlegt að það þurfa að vera textað svo allir nái því. Númer 2 er operable eða nothæft. Það snýst það að allar síður þurfa að búa yfir fullri virkni hjá notendum sem nýta sér eingöngu lyklaborð við skoðunarveðja, til dæmis. Þannig að það þarf að vera hægt að nota taptakkann og lyklaborðin til að vafra síður. Þetta er frekar basic, en þetta er líka það að kóðun sé rétt upp settur, að það séu rétt element í réttri röð alveg svo við sjáum þau. Af því að skjálesarinn, hann sér ekki CSS eða JavaScript sem við erum búin að setja til að stæla vefinn okkar. Hann sér bara þetta ráa. Þannig að það að þetta sé allt í réttri röð og þegar þú ýtir á taptakkann, þú ferð alltaf á næsta element, þú hoppar ekki upp og niður. Það er það sem þetta snýst þetta sé nothæft. Og hér er til dæmis dæmi bæðir sem sagt varðandi perceivable og sjáir það og það sé nothæft. Það er að panta sér sæti í Hörpu. Ef þú nota skjálesara og lyklaborð, þá er það nánast ómögulegt af því það er ekki lesið upp fyrir hvaða sæti og þú getur ekki valið það með lyklaborði. Þannig að blindur notandi á í miklum erfiðleikum með eða skjálesara notendur að panta sér sæti á tónleikum í Hörpu, til dæmis. Eða í bíó. Eða kannski fara það ekki í bíó. En understandable, skiljanlegt. Vefsæði þarf að vera skiljanlegt notendum áhæð þeim leiðum sem þeir skoða vefinn. Útfæra þær leiðir til að hjálpa notendum að finna efni og ákvarða hvað þau eru staddir á vefsæðinu hverju sinni. Þetta við alla hlekki og tengla. Þetta á við að við séum með navigationum okkar einhvers staðar merkt að hvað síðu þú ert á. Þetta er til dæmis brauðmálaslóð, eitthvað sem gerir þér fært að vafra vefinn eða sjá hvað þú ert. Það snýst líka að allir hlekkir og tenglar þurfa að vera lýsandi fyrir efni síðuna sem þeir benda á. Lesa meira, nánar, tenglar. Þeir segja þér ekki neitt, þeir eru teknir úr samhengi. Villumeldingar, það þarf að koma fram hvaða svæði þetta er, hvernig á að fylla það út, hvaða vill þetta er. Við þekkjum það ábyggilega sem notendur við komum inn á okkar form eða erum í einhverju ferli og við fáum einhverju villu. Það þarf að leiða okkur í gegnum þetta, hvaða villa þetta er. Og þetta er líka bara aðgengismál, að þetta sé í lagi. Robust eða traust, það er það að allt þarf að vera rétt merkt í kóðunum og engar villur. Að þetta validati í rauninni. Og það er að ganga þar í skugga að öll tækni vefsins fylgi stöðlum. Þannig að þetta er bara þetta algjörlega basic í vefþróun. Vefinu þarf að virka rétt í öllum vefrum og tækjum.
Hann þarf að vera í lagi í Chrome, í Firefox, í Internet Explorer, í símum, í Safari, í Chrome í síma, þetta alveg svona sem við þekkjum sem erum í vefþróun og þetta verður í lagi, en þetta líka aðgengismál. En það skiptir líka máli að þessir vefir séu í lagi með þessum hjálpatækjum sem eru til dæmis skjálesarar, blindraskjáir, tæki sem birta vefir með margfaldri stækkun, browser extension sem gera það, líka sem skipta litunum út eða svona inverted colors, setja dökkt og hvítan og dökkt og svo leis. En það eru svo mörg tæki að þetta getur verið svolítið erfitt, þetta sé í lagi, en með því að kóðinn sé réttur og maður fylgir þessum hinum þremur, þá er þetta oftast þetta sem er svolítið gefið. Þá er vefurinn traustur. En hvaða áhrif hefur þetta á leitarvélbestun? Eins og ég minntist á áður, þá er Google blindur notandi. Google sér ekki myndbönd né myndir, en með því að hafa text á myndböndum eða handrit af þeim, transkript af myndbandinu, þá getur Google indexað innihald myndbandsins. Þannig að ef þið eruð í myndbandamarkaðssetningu, það sé bara captions eða texti á þessu, eða það sé handrit eitthvað til staðar, það veldur því að þá myndböndin ætti að birtast ofar á Google, af því þá getur Google lesið þau. Sama við myndir. Google skilur þær ef þær eru með allt texta, annars ekki. Og þarna er linkur á góða grein sem svona útskýrir þetta betur hvað er hægt að gera til þess að gera myndbönd betri, hvað var að leita vel að varðar. En það er margt annað sem er alveg beintengt hérna með SEO, leitavélarbeðstun og WCAG eða aðgengi. Það er til dæmis að titlarnir á síðunum, bara title taggið á síðunni, það sem birtist í vafraglugganum efst. Þetta er einn af mikilvægustu þáttunum hvað leitavélarbeðstun varðar. Titlar á síðum þurfa að vera einstakir. Þeir þurfa að vera lýsandi fyrir innihald hverja síðu fyrir sig. En þetta á ekki bara við Google, þetta á líka við skjálesarnotandan sem er að flakka á milli tabba, hann geti séð á hvaða síða hann er, það sé lesið upp. Þetta er að fyrsta sem er lesið á skjálesarnum þegar hann fer yfir á þessa síðu. Síðutitlarnir geta innihaldið eitthvað svona keywords, það hjálpa með leitavélarbeðstun, nafnið á fyrirtækinu, það er líka mjög gott að hafa það, af því þá líka fer ekkert á milli mála sem skjálesarnotandi hvaða síða þetta er. En það ætti svona að miða við að hafa það þá aftast, þannig að það sé ekki alltaf nafnið á fyrirtækinu, svo hvaða efni er á þessari síðu, færa það frekar fyrir aftan. Það er svona þægilegra fyrir þessi notendur. En svo er líka annað að leitavélar, þær skynja einungis þessi hámerki sem fyrirsagnir. Það að við séum búin að stæla til eitthvað sem líti út þessu fyrirsögn fyrir okkur sem eru sjáandi. Leitavélarnar sjá það ekki, þær skilja það ekki, skjálesararnir skilja það heldur ekki. Þannig að það skiptir máli að það sé í réttri röð og að réttri gerð. Þannig að það er H1, H2, H3, þetta er bara svo stigi. Ef þú hoppar á milli, H1, H2, H4, það er ekki rétt hvað aðgengi varar. En svo eru auðvitað margar aðrar reglur eins og HTML5 sem getur verið með mörg H1 tögg. Þannig að það er alveg hvaða leið maður á að fara, en það er svona almennt að reglan sé að þau séu nestuð og sé semantic markup. Svo er þetta með tenglatexta. Þeir þurfa að vera lýsandi fyrir síðuna sem þeir tengja á, eins og ég minntist á áðan, nánar, lesa meira. Þeir segja notendunum og þeir segja Google, í rauninni ekki neitt. Skjálesarnotendur sjá oft þess að tengla úr samhengi við textan sem er. Þeir tengja ekkert þó þetta sé nálagt, hnappurinn sé alveg við textan. Þá hefur það ekki endilega að segja hvernig skjálesarinn lesi þetta. Og þess vegna skiptir máli að þetta sé tengið sem er lýsandi. Ef þið kemur á gatnamótum og farið nánar til vinstri og lesa meira til hægri, hvert ætlaði að fara? Þetta er í rauninni svolítið sama, maður er að hugsa hér. Bentu á réttan stað og hafðu þá lýsandi texta á linknum. En hvað getum við gert til þess að WCAG-væða eða vefinn okkar og hugsa út í aðgengismál? Ég ætla að fara yfir svona stutt þessi helstu atriði sem er oft og þarf að hafa í huga. Þetta er auðvitað fullt af öðrum atriðum líka, en ég kannski fara bara svona high level yfir þetta. En það er að lyklaborðsaðgengið, það þarf að vera í lagi. Þetta er mjög auðvelt að prófa. Íta á tabtakkan á lyklaborðinu og sjá hvort hann hoppir rétt. Sjá hvort það sé keyboard focus og það sé eitthvað svona rammi utan á það element sem þú átt. Ert að fara á milli, þannig að það sjáist hvað þú ert, hvað þú átt að gera.
Allir reitir verða að vera merktir með label sem eru rétt tengdir með label for. Þetta svolítið sem við höfum séð hjá okkur að oft vantar. Þetta svona best practice í forritun en þetta rauninni sést ekki og þannig að þetta gleymist kannski stundum. En það að það sé label við reitin, bara titill á reitnum, hvaða reitur þetta? Standi nafn og hann sé tengdur við reitin að þú að setja nafn þarna inn, þennan reit. Það hefur mikið að segja með skjáleysarana því annars fatta þeir ekki hvað og við hvað. Skerpan líka, milli bakgrunns og forgrunns, svo þarf að vera nægilega há. Það eru til mörg tól sem prófa þetta. Hönnuðum mörgum finnst þetta erfitt. Þetta er kannski svona helsta sem ég upplifi við hönnuði hjá okkur að þetta er kannski svolítið svona heftir þá á vissu leyti og ég skil það alveg, þetta er svolítið erfitt. En þetta maður sér samt hvað þetta hefur góð áhrif þegar að skerpan er nægilega há. Það er eitthvað allt skýrara og augljósara og það hefur ótrúlega áhrif, við höfum séð það hjá okkur. Villimeldingarnar það þurfa að vera skýrar, hvað vill þetta er, af hverju vill hann koma fram lausnina á henni, ég er svolítið búin að fara yfir þetta, en það er líka ótrúlega mikilvægt. Við erum svolítið búin að vera að gera það þannig að það sé alveg greinlegt hvaða vill það er og hvaða reita á við. Það hefur svona hjálpað með þetta. Stigveldið, hierarkíið á fyrirsögnum þarf að vera réttir röð, sem ég myndist á áðan, og allt tekstur á myndum, þau þurfa að lýsa myndinni. En ef myndin er einungis til skraut, þá á að sleppa allt textanum. Þetta virðist svolítið vera svona oft gert að honum er bara sleppt yfir höfuð. En ef honum er sleppt, það stendur ekkert allt, þá les skjáleysarinn upp til dæmis urlið á myndinni og allt tengt myndina, bara við þetta margir pixlar hætt liggur við. Og það getur verið mjög þreytandi sem skjáleysarnotandi að þú þurfur að hlusta á þetta allt sem hefur ekkert að segja með þessa mynd að þetta er bara eitthvað skraut eða álíka. En þá þarf það að vera þarna og þá þarf það bara að vera tómt eins og ég teka fram þarna, allt sama sem og gæslappir. En ef þessi mynd skilar ykkur, ef þetta er eitthvað fyrir notandan, þetta hefur eitthvað að segja, þetta er eitthvað svona skýringamynd, þá er gott að hafa allt texta eða einhvers konar texta fyrir neðan eða útskýra í mailmálinu hvað þessi mynd er. Og þetta líka við icon. Nú erum við að sjá mikið icon í vefhönnun. Það þarf að vera eitthvað merkt bak við þau hvað þetta er. Ef þú sér töflu með tékkmarki sem skjáleysarnotandi þá er ekkert lesið upp, þannig að þú veist ekkert, er þetta innifalið, segjum sér svo að sé eitthvað hérna, fyrir farangur til dæmis, hvaða klassa þú ert í, hvaða farangur þú ert með, fara til Bandaríkjanna og það er tékk hérna og meir hafa 2 töskur. Það þarf þá að vera merkt bakvið, þetta sé included eða eitthvað álíka, í þá allt texta eða spani sem er falið ekkert megin, þannig að þetta sé lesið líka upp fyrir skjáleysarnotendur. En af því það er bara komin svolítið mikil vitundarvakning varðandi þessi mál og margar reglugerðir, þá er til ótrúlega mikið af tólum sem hjálpa með þetta. Og þetta kemur ekki í staðinn fyrir að fá notanda sem notar þessi hjálpartæki til þess að prófa, en þetta kemur manni vel á leið til þess að fatta hvað er sem maður þarf að gera á sínum vef. Það er þessi browser-plugin til dæmis, Wave sem er fyrir Chrome eða Firefox. Það er mjög þægilegt, þú hliðir því í vafraðinn, ferðin á síðuna sem þú ætlar að prófa, ítir á iconið og það listar upp öllu og það tekur kemur dálkur vinstra megin og það sýnir með rauðu hvað þarf að laga, sýnir með gulu hvað mætti laga en kannski sleppur og svo grænu hvað í lagi. Þannig að þá færðu strax yfirsýn þessi atriði sem það er að laga á tiltekinni síðu. Axe er svipað, það er í Developer Tools í Chrome, það er kannski aðeins meira detailed, það fer mjög í þetta, en þetta er þróað að aðgengisráðgjafarstofu í Bandaríkjunum sem heitir DQ og þannig að þeir eru alveg með á hreinu hvernig reglurnar eru og þeir segja bara svart á hvítu hvað þú þarft að laga, hvað það staðst í kóðunum og hvernig þú þarft að laga það, þannig að það koma líka með ráðleggingar. Svo er Accessibility Developer Tools, Color Contrast Analyzer, það er Color Contrast Checker, bara svona reiknivélar sem þú getur sett inn hex-kóðan á forgrunni og hex-kóðan á bakgrunni og séð hvort þetta standist kontrast miðað við hvaða reglur. Og við notum þetta mjög mikið og þetta er mjög þægilegt að tjekka á þessu. Annars eru önnur tól eins og IBM T-Leaf og SiteImprove, þetta eru svona stærri svítur en það kannski sem ég besti kosturinn við SiteImprove er að þeir eru með svona aðgengistól sem skoðar allan vefinn, hann królar allan vefinn og birtir allar villurnar. Þannig að ef það vantar allt texta á myndir þá skoðar hann allar myndir á öllum síðum. Kemur bara með lista það. Þannig að það er ótrúlega þægilegt til að fá
svona yfirlit yfir allan vefinn, af því þessi browserplugging skoða bara per síðu. En svona að lokum, þá líka mjög mikið lesefni til. WebAIM ótrúlega góður vefur sem kannski útskýrir þetta svona meira á mannamáli með góðum dæmum og þar þessi color contrast checkar líka. DQ þessi ráðgjafarstofa þarna aðgengis sem gerði Axe-tólið. Þeir eru með marga góða bloggarar þetta, aðgengi. Svo WCAG og svo V3C, WCAG. Það svona allt aðgengisstaðalinn alveg djúpt reglurnar. Og já, þetta svona heldur sem ég langaði að segja ykkur frá í dag, bara svona kynni þetta fyrir ykkur og bendi ykkur á hvernig þið getur kynnt ykkur þetta nánar með þessu lesefni. En bara þakka fyrir mig. Ykkur spurningar? Já. Má ég aðeins spyrja þig út í þetta sem þú sagðist uppvarðandi HTML5 og Já, vá. Það sé í raun og veru í lagi, eða Já. getur eitthvað sagt aðeins meira þetta hvernig lesa að þetta sé leyfilegt? Já, sko, það kannski helsta gagnrýnin á WCAG-reglurnar að þær fylgja ekki nýjustu tækni alveg nógu vel. En þessar reglur sem ég að tala núna alveg nokkra ára gamlar og maður svona býst við því að þeir fara að endurskoða þetta út af HTML5. Meina þá að þeir fara að leyfa fleiri H1 en þeir eru ekki að leyfa það í dag? Það svona misjafnlega hvern þú spyrð sko og hvað í rauninni leyfa þeir það ekki en þetta kannski ekki það allra versta sem þú getur brotið varðandi þessar reglur. Það kannski helst það. Við erum alveg með, við höfum alveg gert þetta hjá okkur líka að vera með H1, vefurinn þannig og settur upp svoleiðis. En við reynum svona að miða við að það sé samt sko, að það sé samt alveg skiljanlegt hvernig það skipta upp. Einhverjar fleiri spurningar? Ég held ég bara að gera sér ekki grein fyrir því hver stór notendahópur þetta og hvað í rauninni þetta ekkert svo mikið mál. Það virðast allir bara halda þetta sé eitthvað svakalegt og þetta taki ár og aldir að gera þetta. En ef kóðin hugsaður rétt og forritaður rétt frá byrjun og ef þetta haft í huga líka frá byrjun í hugbúnaðarþróun eða vefsíðugerð, þá þetta oftast ekkert mikið mál sko. Og mér finnst bara þess að hjálpa ótrúlega mikið hjá okkur að það séu allir með á nótunum, hönnuðirnir og forritararnir hvað þetta og hvernig þetta virkar. Og það oft svona, þegar maður segir fólki þessar peningar upp að þér og þessar sektir sem eru mögulegar og svo þetta með hvað þetta eru margir, þetta ekki bara maðurinn í hjólastólunum með blindur notandi. Blindir ekkert fara að gera þetta, svolítið svona attitúd sem bara ótrúlega leiðilegt, en þetta rosalega stór hópur. Já, ég þekki ekki alveg nú vel, ég held að það sé ekki tekið fram. En við reynum bara svolítið að miða við common sense, við skoðum analytics-gögnin og sjáum ef við erum með vef hvaða browser eru helst notaðir og miðum út frá þeim. Þannig að við erum ekki að fara eitthvað mikið aftar heldur en í E9 sko. Það svona fyrir ofta eftir bara kúnnunum líka en það ekkert í þessum staðli, held ég. Með fyrirvara að ég tekka á því, en ég held að það sé ekki tekið fram. Já, við reynum að gera það. Nei, ekki alveg undantekningarlaust, en við allavega erum alveg með það prinsip hjá okkur að allir vefnir eru rétt kóðaðir frá byrjun. Það kannski aðalega þetta með skerpuna, ef að fyrirtæki með eitthvað ákveðið brand, með ákveðna liti, að skerpan ekki nægilega hár á milli þessa lita. Það kannski aðalega sem svona erfiðast að ná, finnst okkur. En allt hitt, við gerum það